Já, verið velkomin í Game TV spilar. Þessu sinni leikur sem er tiltölulega nýkomin út, Detroit Become Human. Þetta leikur sem gerður af David Cage og félagum hans hjá Quantic Dream. Þeir gerðu Heavy Rain leikinn. Spilaður Heavy Rain eftir? Já. Já, þetta svona mjög svipaður leikur og hann gerist í framtíðinni. Það sem að vélmenni eru svona farin að ekki beint taka yfir en eru eins og séð. Þetta vélmenni sem við erum að stýra þarna. AX400, Androidið. Og hún svona húsjálp, þú ætti að taka til. Já, taka til? Það sem við erum núna, já. Þannig að í rauninni gerist það að hann gerist í þessum heimi þar sem að vélmenni eru farin að taka meira og meira yfir og fara að taka vinnu af mannfólkinu líka. Þannig að fólk eru fullt út í þið. Já. Og svo maður einhvern veginn bara að þvælast ekki um söguna. Þetta eru 3 ákveðin vélmenni sem eru að standa fyrir sínum, getur hendur í ruslið, sko. Nei, þetta gefa honum bjór. Já, það meiri bjór. Já, ég myndi að vera bara með svona húsjálp. Svo bara svona, sérðu, Bring Tara beer. Robot og allt þetta. Og þú stýrir 3 mismunandi vélmennum. Okay. Einn svona lögga, þessi svona, hvað maður segja, heimilishjálp. Og svo þriðji sem er vélmenni sem reyndar ekki alveg komið í ljós þegar þarna kemur sögu hvað hann er að gera. En þetta svona tiltölulega í byrjunleiks. Og þú leitum við spila vélmenni sem er húshjálpin? Já, það var sérstaklega gert bara fyrir þetta. Nú ættum við að hreinsa nú eldhúsið. Þetta mjög gott þegar pizzakassar. Sérðu? Þetta ekki hverju leik sem þú fara að gera þetta? Nei. Þú gerir þetta ekki eins og heima þér? Í gær var ég að berast í drega og núna er ég að hreinsa rusl. Clean kitchen, hvað átt að klína meira? Clean counter, það er vantilega þetta hér. Já, sérðu? Thank you. Þetta eitthvað... Hún ekkert að flokka. Nei, það ekkert að flokka þarna. Það fara flöskur og sigarettstöpar og allt í eitt. Herru, þá var það coffee table. Það hjá gamla. Sérðu, hann bara horfir á íshokkey í sjónvarpinu og lætur hann að þrífa, sko. Ég skil. Og hann reyndar, þegar þarna komið sögu, þá var hann nýbúinn að sækja hann aftur. Hún var eitthvað biluð. Hún var biluð? Já, en hann komið aftur. Hún var mjög standa sig mjög vel. Já, hann var standa sig mjög vel, gerir þetta mjög vel. Og þetta alltaf meira leik. Þetta eiginlega blandað eins og bara nokkuð eins og bíómynd og tölvuleikur. Já. Og alltaf, þú veist, þetta náttúrulega hasa söguþráður þegar lengra sækir í leikinn og þá geta karakterinn frá að drepast. Já. Og þú getur ekki í rauninni fært á aftur, seifað á eitthvað fært á aftur, heldur sagan áfram þá án þeirra. Já, ég skil. Og þannig að það í rauninni hægt að spila margóft að þess að fá sömu niðurstöðuna. Það er mjög cool. Já, það er mjög cool. Og svo getur þú rauninni séð eftir hvert borð eða hvert svona area sem þú ert að fara í gegnum. Þá getur þú séð hvaða valmöguleika voru í boði og hvað það hefur getið gert öðruvísi. Ítt á L1, þannig getur þú séð hvað er að gerast. Strætó hann að mæta maður og Android, þeir eru með svona hafðir sér í strætó. Þeir eru svolítið svona að vera að hafa þá mannfólkið fremst og svo þeir aftast. Og ég farið stöðuna? Nei, Return to Todd's house. Og þannig að það er svona komin á þann stað að það er komin svona andspyrna gegn vélmennum. Já. Við skulum sjá hvernig þið farnast sem heimilishjálpin Kara. Gengur mjög vel hingað til. Þetta er algjör treysirinn, hann á litla stelpu. Report to Todd. Hann á litla stelpu og maður hálf vorkennir henni. Þetta er ekki fyrirmyndarfaðir. Nei. Hvað átt að gera hana? Hvað er hann að gera? Ítt á X. Hann að kveikja sér í... Já, hann að fá sér eitthvað. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do and stop bothering me. Það var ekki búin að falla út á honum. Hann að fá sér í haus. Já, og dóttirinn hans heima, sko. Hún að því. Hún að farin upp. Nei, hún Out of the way for fuck's sake! I'm sorry, Todd. They won't Það help lappa fyrir sjónvarpið. Hann er ekkert að horfa, hann er að fá sér í haus, hann er ekkert að horfa á sjónvarpið. Það veit samt ekki að þú sést fyrir, sko. Ok, maður sjá. Ok, hann ég höfðu clean upstairs. Þetta bara, já, þetta er góð... Mér líður eins og ég sé að leika í Sims. Já, það er reyndar, þetta var í Heavy Rain líka, mástu. Þegar maður var í byrjun leiksins, þá varstu maður að gera allt í svona fara á fætur, fara í sturtu og eitthvað svona, sko. Og þetta er svipað þarna. Þannig er maður svona að gera alls aukahluti, basically, sem maður er kannski ekki beint að gera í hefðbundnum leikum. Settu sjónvarpið á og gaman að þrífa þegar maður er með eitthvað í gangi. Íttu bara á... Nei, ég held að hún vil ekki. Já. Af hverju blikkar þetta gult? Af því að hún kom með hausverk. Er hún komið hausverk? Já. Hvað þýðir það? Þú hefur nú heyrt þá línu áður. Rúmið alltaf, hvað ætlar að gera? Alltaf. Antidepressant. Nei. Vissi hana.
Getur ekki tekið byssuna eða? Nei, Já, ok. Svo fer það fram. Og það sem gerist líka, því meira sem þú finnur á hlutum, því meira getur þú notað til að tala við annað fólk og svona bætt djús í söguna, sko. Okay. Þannig að maður þarf að vera svolítið duglegur, getur þú ekki R2 held ég? Þegar þú ert ekki að skoða eitthvað. Það getur flett, getur það hérna. Á snerti, þetta. Það getur þú síðan svona, allskins. Ok, ég er nú kannski ekki að fara að bara lesa þetta. Við ítt á R2, kemur svona, þú veist, hvað þú átt eftir að gera. Já, ok. Það er svona stoppari og þannig getur þú kveiktur á sjónvarpinu. Nei, ég er að hreinsa. Snakkpóki. Ég er samviskubit. Sérðu, þetta er meiri... Hvaða maður er þetta? Meiri sóðinn. Hún er komið með höfuðverk og þetta er ekki alveg að gera sig. Hvað þýðir hún sem er höfuðverk? Það er bara þá er eitthvað að klikka í prógramminu, sko. Ég skil. Þetta er alltaf vélmenni, það eru með tilfinningar, eða reyndar ekki, en hérna, prófa að kveikja sjónvarpinu. Þú neitar að kveikja sjónvarpinu. Þarna. Þú skiptir stöð með að snerti. Hérna. Tekníumynda er maður. Unemployment, Já, sko, það er af því að vélmenni eru að taka þetta. Það er að taka yfir heiminn. Þú getur slögt bara. Hörru, nei, erum komið aftur. Blátt. Fór hausverkun aður að gera þetta? Já, ég held að vera að fá ferskt loft, sko. Íttu upp, nú. Nei, bara alveg beint. Þannig að það er alls kyns svona hreyfingar sem voru líka að gera til að fara. Þetta voru að vera í fatta form til að spila þetta. Já, ég sé það. Clean mess, þú ert að fyrir að fara í það. Þannig. Tæri. Nóg til hjá þessu gaur. Nei, mistu hún eitthvað. Og nú sér hún eitthvað sem hún vill ekki sjá. Hvað sér hún? New robot. Er hann að fara að kaupa nýjan eða? Það var ekki sýnt hvað það er? Nei, þú kemst að því á eftir. Ok, í það R2, er eitthvað meira að því? Nei. Kynum að lesa þetta blað þarna? Ég nenni ekki. Ok. Sérðu, þú veist byssur, sko. Sérðu, hann er á ögrinni. Þetta er gott build-up, sko. Ok. Optional task. Já, hvað þarf að vera bara, það þarf að þrífa allt. Ha? Nei, hvað er anskotin? Ég er bara að gera my duty. Hvað er þetta? Új. Við fíla þegar klósettin er ekki inn á baðherbygginu. Já. Sé herbyggi fyrir klósett, svo baði hinn. Það er reyndar ekki mjög ofta á Íslandi, sko, en þetta er mjög gott. Ertu ekki að djóka það? Nei, þetta er mjög mikið tekið. Þetta að raða sjampóbrúsum og það er hellingur í því, sko. Þetta er leikur sem er mjög gott að spila, spila saman. Já, það er svo, ekki af því að hún er að þrífa, sko. Sorry, þetta kom illa og ég sagði þetta á röngu tíma, sko, en þetta er samt, þú veist, það er bara svona rólegheit, ekki þannig, þú veist, ég meina, það er bara... Hvernig gengur að tala? Nei, þetta er bara söguþráð, maður vil upplifa þetta með ykkur. Ertu að skúra í alveg, ertu að skúra? Ég veit það. Já, skúraðu. Ég vil eftir með svona gott touch. Nei, strjúttu þessu upp og niður. Getur ekki gert þessa hreyfingu. Sérðu? Ég vil þetta vel. Já, nei, þetta er gott. Þetta er bara svona góður... Þetta er svona ákvörðunartökur. Já, það getur verið ráðfæssi hvað hann var að gera og svona, hvað hann var að segja. Gott að hafa eitthvað við hliðina á sér, sko. Þannig að þetta er ekkert við frið eða neitt annað að gera, sko. Nei. Fæ ég ekkert fyrir að hafa gert þetta optional task, eða? Býtu hvað? Ógeðslega döglegur Tryggvi? Nei, hvað viltu fá? Ég veit það ekki. Þú veist, af hverju býður hann upp á þetta ef þetta gerir ekki? Opnaðu bara. Þetta er inni á stelpunni. Sérðu hvað hann er hrætt? Sérðu? Akkur er hún hrætt? Ventilate room. Þú ert bara búinn að búa þrífast við baðherbergi. Akkur er svona hrætt við mig? Sérðu, pappinnar er ógeðslegur. Já, hann er bara hrætt við bara... Alla? Já, sérðu. Nema bangsan sinn. Í það allir. Ska. Hún er bara listræn og hérna. Fullt af bókum. Það er alltaf flottur leikur. En veistu ekki, grafíkin geðveik? Jú. Og þessi leikurinn er spratt svolítið af, það var sýnt demo eitt tíðan á svona töluleikasýningu af
svona einhverju vélmenna dæmi og þetta kemur í kjölfar af því. Og ég held að sko handritið af þessu leik spannar sko fleiri 1000 blaðsíður. Já. Af því að þetta náttúrulega sko, þetta gera svo margt öðruvísi og taka svo margar ákvarðanir sem að hafa ýmis áhrif. Talaðu nú við hana og þá getur ráðið, þú veist hvernig þú vilt vera. Já, það er svona... Já, það hefur ákveðin tíma til að velja. Já. En sérðu grafíkin í þessu? Og eitt sem gerist í samtölunum eins og þarna getur valið 4 hluti að eftir því sem þú veist meira og hefur unlockað fleiri hluti og skoðað fleiri hluti því getur þú talað meira þú veist, og spurt meira og auðveldað þér. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. Þarna greinlega svona öru upp eða niður og það binda eða svona ná betri sambandi við það. Greinlega mjög góður með börn, góður að ná að tala þig til og fá þig til að treysta þér. Mjög gott. En hún hljóp samt. Nei. Jó. Vel gert, Tryggvi. Þetta kvenlega innsæi hjá þér. Ég veit það. Það er að virka með þér núna. Ég er að fíla mig mjög mikið í þessu hlutverki. Er það ekki? Jú. Lykill. Þú lét mig fá lykil að... Hvað ætlar að gera við lykilinn? Einhverju. Er þetta lykillinn að lífinu? Talk to Alice. Ok, það er eitthvað annað. S-Todd, já. S-Todd. Þá ferðu niður. Nei, ég get ekki opnað Hvað er það að gera? Já. Búm. Og maður þarf alltaf að snúa og gera eitthvað eða ekki? Já. Þetta er Ekkert svona... Nei. Þarna var nú Todd ungur og sætur. Nú var hann ekki á sér í haus. Nei. En það var náða. Hann hefur mist... Ó, fjara blaða smári. Þannig að þetta er líka svona, þetta er alveg manneskjulegu leikur, sko. Maður er alveg að fara í allskins hluti sem maður er ekki vanur að gera. Út, sko. Þú veist, maður er að gera allskins, maður er ekki að skoða fjölskyldumyndir í þessu töluleikum, sko. Nei, alls ekki. En það sem gerir þennan leik betri en marga aðra svona söguleiki er bara hvað grafíkin er flott. Þú veist, öll svona, þú veist, svipbrigði, andlit, sjá þetta er nú ekki... Sjáðu, þarna er Todd. Hann er ekki ánægður þarna. Nei, hann er einhverjum joggingalla og sjáðu hann. Við vorum að slá... Þetta er vélmennið. Við vorum að slá vélmennið. Sjáðu, hendinn af, hann er ofbeldisneiður. Þetta er sorg að saga. Hún er að fá rauða hausverk. Og hún veit byssuna, sko. Þannig ég á væntanlega mun koma the option að ég get skotið hann. Já, ég ætla ekki að útiloka það, sko. Stefnir í það. Það stefnir eitthvað mjög, ég er mjög spenntur núna, sko. Ég hef aldrei spilað þetta, sko, þannig að fara lengra í þetta. Þannig að sjáu hvað það getur gert. Okay. Þannig er eitthvað bók. Þau. Alice in Wonderland. En ég vil samt alveg ná sem flestum clues eða ekki? Jú, það er mjög gott, sko. Herri, farðu núna og... Nú ætlum ég að fara að tala um Todd. Ég myndi bara að fatta hvernig ég finn niður. Farðu bara niður. Lappaðu bara niður. Ætlarðu að taka byssuna það? Nei, farðu bara niður. Já, þetta er þetta. Þetta er ógeðsleg íbúð. Þetta er ekki hugguðvægt hús, sko. Veggirnir og parkettið. Er með það að fá sér í haus, eða? Já, sér. What are you doing? Sér. I'm playing. You're playing. Okay. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife? Já. Huh? Fucking loser? Helvítið þungt yfir hún. Ég skil ekki, hún er að leika sem með bangsa og hann áætlar það að hún sé hugsa að hann sé lowlife. Já, hann er með svo lítið sjálfstraust þess að hann segir þetta. Hann er bara... Whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all Hann up. ætti ekki að sleppa að fá sér í haus fyrir framan hana. I know what you think of me. Það er þessi fíla þessu leikið. Það er svona alveg... Þeir eru alveg svona brútal atriðir. Say it! Ha? You hate me! Shit. Nú held ég að hún neyðist til að gera eitthvað. What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Ég er mjög spenntur. Hvað gerir Kara? Hvað vill vélmenni gera þessu? Ekkert. Ekki neitt. Stóð að horfa á það. En hérna getur þú séð, þannig að það er fínt að við kláraðum þetta. Hérna getur þú séð hvað þú gerðir og alla leiðirnar sem getur farið. Þannig að þú ferð fram og tilbaka. Þú getur séð svona hvernig þú getur skrollað þarna inn, séð world stats, hvað fólk var að í rauninni að velja, svona almennt bara á heimsvísu. Já. Og þarna sérðu í rauninni bara hvað þú getur gert og hvað þú náður að gera. Mér finnst þú að hafa staðið bara þokkalega vel. Þú getur gert bara nánast allt sem átt að gera. Gæti ég gert eitthvað meira? Nei, mér finnst þú að unlocka allt. Getur bara lengra til vinstri? Gerir bara allt? Nei, þarna er eitthvað, já.
clean the first floor, það var eitthvað sem maður hefði getað gerst þar, greinlega öðruvísi, til að unlocka. Okay. Þannig að maður getur farið gegnum þetta og tekað þau, þá getur maður spilast sagan öðruvísi. Ítir á þrýðinginn, sér world stats, þá sér bara hvað fólk er að ná. Eða viniðinir, friend stats eða world stats. Þannig að langflestir gerðu það sem en ef þú fer tilbaka, voru einhverjir, varst að klúra einhverju svona stöngin inn málið eða? Það er ekkert gefið upp hvað Disturbed Todd. Þú lappaði fyrir sjónvarpi, 41% löppuðu fyrir frá sjónvarpi, þú ert í minni hluta. Alltaf datt engum í að lappaði frá sjónvarpi, þú stóðst bara. Hello Todd! En hvernig líst þér á það? Nú ert búin að taka svona eina senu. Þetta er svolítið mikið svona eitthvað rólið þetta sena. Ég hef spilað demóið líka, það sem þú farið að spila detektífinn. Þannig að það er alltaf svona öðruvísi, kannski meiri spenna yfir því, en þetta er allt saman mjög flott og þannig að þetta er svona 3 mismunandi sögur sem síðan hnýtast saman í eina. Við fengum alltaf mjög rólegan parteldi núna, en samt alveg að sýna hvernig þetta er gert, sko. Já, og maður þegar var að spila demóið og fólk getur alltaf að downloada því bara frýtt til að prófa, að þá var svona, maður verður mjög spenntur í aðstæðan. Þegar maður er lítinn tíma og það er svona þrekning aðstæð. Þegar gæði með byssu upp í hausinu á einhverjum og þú verður að ákveða bara hvað ætlar að segja við hann. Og þetta er svona mjúka hliðin á leiknum myndi ég segja. Það er mjúka, þetta er náttúrulega mjög brútal atriði, en samt svona þú veist út að þrífa og þetta er ekki beint svona skjóta og gera eitthvað við sem. En svona tekur á mann sko. Þetta eru mjög skemmtilega leikir sko. Þannig að maður verður á vaði gegnum þennan, ég held að það sé alveg 100%. En þetta er Detroit Become Human, lítur gríðarlega vel út, er að fá fína dóma. Þannig að ég held að við getum sjótt að mæla með því ef þið fílið svona sögu kvikmyndaleiki einhverja. Já, þetta er þessi fítusaga, þú veist, maður tekur ákvörðun, maður verður bara að lifa með henni, það er öðruvísi heldur en ég. Það setur svona sérstaka press á mann sem er ekki í öllum töluleikjum.